Mín ferming, ég nú alveg í litlu sjávarþorpi norður í landi og þegar ég var að alast upp var nú engin prestur í þessu sjávarþorpi. Þannig að presturinn sem næsti prestur sem bjó í sveit svona 50 kilometrum frá, hann kom eina viku og dvaldi eina viku í þorpinu og tók okkur þá held ég flesta daga til sín, heim til sín. Það sátum við í litlu herbergi saman og hann var reynda búinn að setja, mig minnir hann nú eitthvað að setja okkur fyrir þegar kom að því svona eitthvað áleiðis að við áttum að lesa þarna í einhverju bók, einhverju kveri. Þannig að fræðslan var nú ekki ýkja langstæð í tilviki. Við vorum 6. Góður hópur. Já. Ég var mjög feginn því að þegar ég byrjaði í skóla þá var ég eini strákurinn í þorpinu á þessum aldri og eini strákurinn í bekknum. En svo þá var hann reyndar orðið heilmikið breyting, maður ekki flust í burtu, þannig að við vorum 3 strákar og 3 stelpur. Þannig að það var ágætt. Mjög gott hlutfall. Á þeim tíma, já. Það er mjög gott. Já. Já, sko, hún var náttúrulega fyrst og fremst kannski bara algjörlega sjálfgefin staðreynd. Þú veist, það var sjálfur sér ekki, held ég, í neins huga einhverju vangaveltu það hvort maður ætti að fermast eða ekki eða eitthvað þvíumlíkt. Þetta var bara eitt af því sem var eitt af þessum föstu vörðum á leiðmanns til þroska. Ég hef svo að mandi því að ég var sjálfur oflítið hugsi yfir þessu og þetta óx mér svolítið í augum og ég fannst þessi játning verið alltaf stór og svona pínu svona kvíðinn gagnvart henni, sko, hvort maður stæði undir henni. Já, einhvern hluta vegna þá orkaði þetta svolítið þannig á mig, sko, ég tók þetta býsna alvarlega. Þetta er alvöru? Þetta var alveg alvöru í mínum huga. Já. En hvort það var endilega svo sem allstað þannig, ég veit það ekki, en aðalega þetta, sko, þetta var kannski í fæstum tilvikum, held ég í hugamanna neinn svona ákvörðun örlítið því að þetta var bara eitthvað því sem gerðist. Já. Á þessu vegferð manns. Svo kom maður að bíða eftir að fá skellinvöruprófið þegar maður er 15 ára. Já. Og svo þegar maður er 16 ára, þá kom maður á ballinn. Jú. 17 ára bílprófið. Já, 17 ára. Alltaf eftir einhverju að bíða, sko, einhverjum vörðum á þessari leið. Já, svona út frá sjónarhóli kirkjunar þá svona kannski má segja að þetta hafi færst, sko, já, í 2 áttir. Sko, öðru lagi í svona alveg í nútímanum, það sem hefur verið að breytast alveg núna síðustu árið það að við erum að fá börnin í raun og veru fáfróðari kristna trú heldur en þau voru áður. Og en aftur á móti, sko, hefur kannski fræðslu hlutverk fermingarhæslunnar kannski minnkað svolítið frá því sem við, þessi standard og það að tala að hér áður fyrir þurftum að læra sko svo og svo marga sálma utan bókar og þurftum að læra trúarjátninguna og þetta marga bænir og allt það og svona fullorðið fólk sem maður þekkir, sko, það rifjar þetta dálítið mikið upp, hvað þetta læra mikið utan bókar. En síðan til þess að ég kem inn í starfi og þá var náttúrulega orðin áherslan miklu meira kannski á bara samfélagið í fermingarfræðslunni og þetta sé svolítið áhugavert og meiri svona tenging við samfélagið, ekki kannski bara alveg bein svona trúfræðsla heldur allavega svona tengjana við bæði þeirra líf og annað slíkt, sko. Þannig að og svona minni áhersla á svona beina fræðslu sko meðtaka svo mikið af einhverjum þekkingaratriðum. Og til þess þegar ég að byrja sem prestur og svona fyrstu árin þá náttúrulega voru krakkar almennt búin að læra sína biblíusögur og þekktu svona helstu persónur og leikendur á því sviði. En aftur á móti núna á síðustu árin sko þá þetta orðið svo mikið breytt, sko. Nú er svona hluti minnskosti krakkana sem vita mjög lítið þessa hluti og þannig að nú er kannski aftur aðeins að byrja meiri þörf fyrir sko að fræða meira bara kristna trú. Já, það er náttúrulega deinu ljósara sko að það er náttúrulega bara til eins og það ef þú spyr krakkana kannski rétt fyrir jólin sko hvernig er ykkar siðir á aðfangadagskvöldi og jólunum þá er það svona í miklu minni hluta það sem til þess að það fari í messu er hluti af siðnum. Það flestar fjölskyldur hafa svona föstu siði, það er þetta ákveðið í matinn og byrja að opna pakkan á þessum tíma og eitthvað svona. En svona í algjöru minni hluta er það sem orðin hluti af líf svona hinnar venjulegu fjölskyldu að fara til messu klukkan 6 eða miðnættumessu eða eitthvað þvíumlíkt.
Og það svona segir sína sögu það að þetta kristnin og hennar ástundun hennar svona svona orðin miklu laustengdari í okkar menningu, eins og náttúrulega allir vita og sjá. Þáttur sem öllu illt ekki búið nokkuð gott eins og það stendur að núna með þessu það borgarleg ferming og eitt og annað, það gerir það verkum að þegar krakkarnir þess að hausti að velta, þá þetta öðruvísi en það var þessi mínu tilviki, þá verður það svolítið ákvörðun fyrir þau. Ætla ég að láta ferma mig, ætla ég að fara í borgarlega fermingu, ætla ég bara ekki gera neitt, eins og sumir gera. Það skiptir mig bara engu máli og bara læt þetta alveg fram til þar. Og það gerir það verkum, finnst mér, að krakkarnir sem að koma inn í fræðslunni hjá okkur, þau eru mótíverðari, þau eru búin að ákveða, já, ég ætla að fara hérna í kristna fermingu. Kannski eins og pappa og mamma eða af og amma, ég veit ekki hvernig það en allavega þá eru þau búin að taka svolítið ákvörðun. Þó þau séu að öðru leyti kannski opin og jafnvel svona viti ekki kannski allt og mikið út á hvað þau eru að fara. En svona í mörgum tilvikum held ég að þetta sé nú samt sem áður vitund þeirra svona óljós eða kannski ekki endilega meðvituð að þetta einhver hefð sem hefur verið. Þau hefur heyrt af og ömmu tala sig og kannski foreldrar sinna líka og þetta eitthvað sem hefur verið gegnumgangandi og þau vilja gera þetta líka. Svona einhver leyti kannski. Það sem auðvitað að gerast í nútímanum auðvitað að það svolítið verið að ýta trúnni út á jaðar samfélagsins. Hún ekki lengur það samfélagslím sem hún var kannski hér áður fyrr. Það talar engin lengur, núna kannski tala menn saman við þjóðina, einhvern tíma töluðu með trúna og tunguna og landið. En núna það tala menn kannski tungumálið og bara landið okkar, en mjög sjaldan trúna. Þannig að trúin í okkar samfélagi í dag, sem náttúrulega stöðugt að breytast og verða fjölmenningarlegra, þá trúin orðin minna samfélagslím heldur hún var áður. En eigi að síður þá náttúrulega, eins og ég myndist það áðan, þá þetta náttúrulega þessi, enn erum við í þessu óróa samhengi. Og ég held að svona í huga minn, einhvers hluta fólks, þá sé þetta einmitt hluti af því sem tilheyrir því að vera í þessu samfélagi sem við lifum í dag. Að það sé svona algengt að börn séu skírð og þau fermist og við giftum okkur jafnvel í kirkju og erum útför okkar gerð frá kirkju. Og eins sem komið það náttúrulega nánast bara í yfirgnæfandi meirihluta sem að fólk jarðsett frá kirkju með kirkjulegri útför þó að það hafi kannski mjög lítið verið virt á trúarlega í sínu lífi. Þannig að hið trúarlega ennþá til staðar, þó að kannski jafnvel svona sé að það blið meira heldur en að, skulum segja svona, hinn opinbera umræða gefur til kynna. Og við sjáum það líka að þó sem mikið talað að fækki fermingarhópum og svona, þá þetta samt sem að mjög öflugur síður enn sem komið í okkar. Það mikill minnihluti sem að fer aðra leiðir. Þannig að þetta svona, þó að eins og segi fjölskylduna séu kannski ekki mikið með trúna svona í sínu daglega amstri, þá þetta hluti ennþá af menningarlegum arfi okkar. Annarkvort ég hérna eða ég þar ekki. Og þar með það svona stærri ákvörðun eins og við erum að tala þetta, ákveð hvort þú vill láta ferma þig. Og þá sértu meðvitaður að trúin hafi meira hlutverk. En svona, ég myndi ekki segja mér enn sem komið að sjáu þess mikil merki. Allavega ekki svona í okkar starfi innan þjóðkirkjunnar. En það má vel vera líka að þetta gerir það verkum að kannski fólk sem tekur trúna föstum tökum, að það kannski jafnvel farið þá inn í aðra trúarhreyfingar sem leggja meiri kröfur á fólk iðkun sinna trúar. Og það var margir verið að tala það kannski í nútímanum að menn hafi jafnvel svona berið vissan gæsalappa kvíðbóga fyrir því að okkar þjóðkirkja hefur náttúrulega, og við viljum held ég flest, að þjóðkirkjan sé dálítið opin, umburðarlynd, inni felið dálítið svona vítt svið skoðana á trúnni, ekki mjög þröngt skilgreint. Að þetta geti hugsanlega leitt til þess einmitt að það verði svona einmitt þrengri lína sem heldur sig þarna inni og sem tekur þá svona dálítið skarpari afstöðu og skilgreinir sig svona meira frá öðrum. Meðan að ég held að svona grundvallar hugmyndin á bakvið þjóðkirkju sé einmitt það að hún sé sem sagt dálítið svona víð í skilgreiningu og þrengi sig ekki of mikið.
Sumir kannski hefðu viljað spyrja hvernig manni liði í nútímanum við að vera prestur, til dæmis. Það mætti kannski ímynda sér það einhverju hefði viljað spyrja það, því að auðvitað náttúrulega margt breyst. Þó að mér finnst ég náttúrulega ekki vera gamall, þá hefur náttúrulega mjög margt breyst svona í hinu ytra umhverfi samfélagsins gagnvart trúnni og það alls ekki því að neita að það svona vissan hátt veldur manni bæði áhyggjum og svona dregur svolítið úr gleði mann sko í starfinu að finna að það séu öfl komin sko sem að virkilega sem sagt telja að kirkjan sé í raun og veru að vinna ógagn, frekar en gagn og það sem hún standi fyrir sé í raun og veru ekki neinum til gagns heldur frekar bara akkúrat gagnstæða og það hafa sjálfsögðu allir rétt á sínum skoðunum og allir hafa það út frá einhverjum ákveðnum forsendum sem að maður og það er svona vissanátt sko má segja að svona dregur svolítið úr kannski gleði manns og maður kannski veit og hefur orðið vitni að því kannski til þess að börn presta og svona sko þau ekkert að auglýsa það mikið að þau séu að prestsfjölskyldum sko. Það ekki vænlegt til vinsælda svona í hópi ungs fólks að vera þar sko. En á hinn bóginn má líka segja sko að það er líka sko ekkert endilega gaman til lengdar að vera alltaf í logni. Og á vissanátt held ég sko eigi að líta á þetta þeir sem að telja sig og sannfærir að kristin trú hafi eitthvað mikilvægt fram að færa. Þá sé líka dálítið gaman að fá pínu til mótvind. Og það ætti þá að valda því sko líka að við hugsum okkar starf svolítið öðruvísi og þurfum bara svona aðeins að sýna fram á það að það sé eitthvað sem að skipti máli sem við séum að færa fram. Og að því leytinu til sko er þetta að mörgu leyti svona spennandi áskorun, þetta umhverfi sem að tekur ekki öllu sem gefnu. Því það er ekki langt, eins og ég sagði upphafi sko, þegar ég er unglingur og svona þá er þetta bara svona nokkurn veginn bara hluti af allt þetta kerfi kirkjunnar er svona bara sjálfgefinn hluti sem allir eru svona, maður segja svona jákvætt hlutlausir gagnvart. Ger ekki mikið með, nota þegar þeir þurfa á því að halda, en svona öðru leyti kannski ekki mikið að velta því fyrir sér. Þannig að, já, sumu leyti er þetta niðurdrepandi, en öðru leyti líka hvetjandi. Það fer allavega ekki milli máli, það eru spennandi tímar framöndan. Það eru spennandi tímar framöndan, það er ekki nokkur einasti vafi á því.